Hliðarskref með teygjum. Það þarf 2 til þess að framkvæma þessa æfingu. En ef maður hefur rimla, þá er mögulegt að framkvæma þessa æfingu með því að smeygja teygjum inn í rimlana og framkvæma æfingu þá. Það veitir ekki mikið frelsi, maður kemst ekki eins langt, en það er mögulegt að sé hægt að gera hana á þennan hátt. Og líka er maður með nægilega teygjanlega teygjum. Það sem við viljum sjá hér er að tærnar vísi beint fram allan tíma. Við viljum ekki fara í útskefu á öðrum hvorum fæti, þó að það sé oft kennt, að viljum vera í þessari stöðu. Og sérstaklega á spyrnufætinum. Það er ennþá mikilvægara heldur en þessi fótur skiptir kannski ekki alveg eins miklu máli, en spyrnufóturinn hér, hann viljum við að snúi beint fram. Við viljum lækka þyngdarpunktinn aðeins, fara niður í viðbragðsstöðu og síðan spyrna okkur kröftulega til hliðar, kröftulega, rétt alveg úr þessum fæti hér. Það er sýnt á svona litlum skala hér í þröngu rými, þannig að það er gott að hafa smá pláss í kringu sig þegar þessi æfing er framkvæmd. Og venjulega er maður ekki að taka neitt sérstaklega mörg skref, 3, 4, 5, 6 metra kannski, mestalagi. En fyrsta skrefið er það mikilvægasta. Þannig að það þarf að vera þetta mótstaða í teyginu þá. Við viljum ekki að fyrsta skrefið sé létt og annað smá erfiðara og þriðja rosalega erfitt og þannig hvort frekar öfugt. Það sé góð mótstaða frá félaganum í teginu í fyrsta skrefinu. Það er það sem við erum sérstaklega einbeitt okkur á. Þetta er hliðarskref með teygjum.